Ég heiti Anna Magnea Valdmarsdóttir. Hvað ár varstu fædd? 1938. Hver var búseta þín á unglingsárum? Ég átti heima í Sandgerði, Hjarðarholti í Sandgerði til 7 ára aldurs og eftir það átti heim í Reykjavík á Hörpugötu 8. Hvaða skóla fórstu í á unglingsárum? Ég var í Melaskólanum og svo fór ég í Gaggo Vest á Hraunbrautaskólanum og þar lauk ég svokölluðu verknámsprófi, fór svo seinna í 1 ár í kennaraskólan. Hverjar voru helstar námsgreinar í skólanum svona á unglingsárum og í grunnskóla? Það var lestur og skrift og reikningur, það var náttúrufræði, kristinfræði, þetta voru aðalnámsgreinarnar. Hvað gerðu stelpurnar og strákarnir í útivist? Já, við fengum ekkert að vera úti á kvöldin lengi. Það var mjög með það að koma inn á réttum tíma. Við vorum úti til 8 á veturnar og svo 10 og hálf 12 á sumrin eftir hvað var orðið bjart. En var ekki svona í frítímar í skólanum og eftir skóla? Hvað gerði þið þá? Við lékum okkur bara á vellinum í stikk og stóðsög kallað var og hlaup í skarðið og einu sitt og sauma og ýmislega svona gamaldags leiki sem víst ekki eru leiknir í dag. Já, en hvað gerðurðu svona oftast eftir skóla? Oftast eftir skóla þá fór maður bara heim. Það var ekkert til þess að vera við annað og þá fór maður að læra til þess að geta mega að fara út á kvöldin að leika. Það var aðal fiffið í þetta. En hvernig tónlist hlustuðu krakkarnir á? Það var Haukur Mortens og það var Erla Stefáns og fleiri. Svona rómantísk músík. Hvernig íþróttir voru oftast stundar? Við náttúrulega vorum bara í leikvim og svo var fótbolti og handbolti og kringlukast og kúlukast og svo tugþraut en það var ekki mjög, svo voru, náttúrulega veturna voru skautar og skíði. Voru einhverjar venjur, til dæmis messa á sunnudögum eða eitthvað svoleiðis? Já, það er alveg eins og í dag, það er alltaf messa á sunnudögum, flestum stöðum held ég klukkan 11 og sumum stöðum eftir hádegi líka. Vannstu einhverja svona sumarvinnu eða einhvers konar svona vinnu og hvað varstu gömul svona á? Það var svo kallið bæjavinna sem við unnum og ég var þá orðin 13 ára gömul. Við til dæmis grófum upp alla garðana sem voru inn við Klepp og þurrkuðum þar upp alla mýrina. Þetta var reyndar óttalegt puð. Hvernig var svona tískan unglingsárum? Það var ekki neini stuttir kjólar eða stuttar kápur. Þetta var allt saman fyrir neðan hné. Voða siðilegt og fínt. Þakka ég bara kærlega fyrir að leyfa mér að taka viðtal við þig.